Ég heiti Hjálmar Sveinsson og ég borgarfulltrúi í Reykjavík en ég lærði á sínum tíma bæði í Háskóla Íslands og í Freie Universität í Berlín. Þar stúderaði ég heimspeki, þýsk fræði og almenna bókmenntafræði. Ég bjó í Berlín árið 1989, það örlagaríka ár, og þá sá ég í menningarsíðum dagblaðanna að látinn væri austurríkismaðurinn Thomas Bernhard fyrir aldur fram. Og það var svo áhugavert sem hann var skrifað að ég fór rakleiðis út í búð og keypti bók sem heitir Holzfällen eine Erregung eða Skógarhögg geðshræring, og ég var alveg dolfallinn yfir þessum lestri, yfir þessum rithöfundi, yfir stílnum, yfir músikalitetinu í textanum og svartsýninni og húmornum, og hef verið Thomas Bernhard aðdáandi æ síðan, og þetta bók númer 2, Skógarhöggið, sem ég þýði á íslensku eftir Bernhard. Í vissu skilningi hún ekki neitt en maður hugsa venjulegan söguþráð, en sögumaður hann situr í skugga í forsal í stóri íbúð í Vín, og það sem á sér stað eða hefur verið boðið til listræns kvöldverðar, og þessi sögumaður situr allan tíman þangað til undir blá ljókin þarna í hægindastól eða vængjastól og hugsar það hversu mjög hann sjá eftir því að hafa þegið þetta boð og hvað hann hatar þetta fólk sem að hann var þó í mjög góðu vinfengi við 30 árum áður. Á vissan hátt þessi bók það hvernig þú getur elskað mannesku og hatað hana líka. Þannig hann fer inn í einhverja svona mótsagnir sem að búa í okkur sjálfum, og og kafar þar og borar það nokkuð djúpt, og já, það svona kannski svolítið hans erindi. Forlagið.